snilldar aðstæða sem við fáum að nota hérna fyrir þessar útsendingar. Því til staðfestingar að þá er ég með þetta på skjánum núna. Þetta er beinni hérna Magnús. Já, ég meina eins og þetta á að vera. Það verst að við erum með meiri raddir fyrir útvarp heldur en sjónvarp. En við... Andlit fyrir útvarp? Nei, raddirnar fyrir útvarp en ekki sjónvarp. Andliti kemur þessu ekkert við eigum ekki að sjást í mynd, sko. Herru, það er farið að styttast í að við byrjum tímatökuna. 20 likes og þið fáið að sjá bílana, það er klökkmál. Þið fáið bara að horfa á okkur þunga til. Dimmi létur við bíla held að þetta ætti að gera það. Já, við bjóðum alla Game TV áhorfendur velkomna. Fyrsta skiptið okkar á Game TV þar sem að fór eitthvað illa hjá okkur daginn. Það eru nokkri viewers á Game TV meira segja, við fögnum því. Já, þetta er, við erum að streyma þessu núna samtímis bæði á YouTube okkar og svo Twitchinu hjá Game TV. Það er Gran Turismo samfélagið eða GTS Iceland á YouTubeinu og náttúrulega Game TV is á Twitchinu. Þetta er spennandi samstarf sem að vonandi eftir að skila okkur vel báðum aðilum í vetur. Það er ekko á okkur, segir ykkur, þá lækum við aðeins í öllu. Já, hvernig þetta kemur út. Það var tekið allt stúdíóið í gegn núna síðustu helgi. Við erum að klára fínstýrningarnar sem við vorum og vonast eftir að við hefum náð að klára í síðustu kemni en þetta kemur, þetta lægist það er sem ég segja og það er bara ein leið upp á bókinu þannig að þetta verður bara snill. Ekkoð er allavega farið hjá okkur. Já, alltaf villist mikla borðsinn að nota betra segir Binni, við fögnum því. Við ætlum að keyra hérna með ykkur Watkins Glen í Dix bæjarfélaginu í New York fylki í Ameríkunni. Þetta er braut sem er til í alvörunni. Keyrð frá því early 60s í raunheimum. Þar á undan að hún var svona unofficial braut hérna á þessum slóðum. Heyrist ekki Magga, segir Binni. Ég er að byrja að tala þegar sem heyri mér en jæja. En það er, já, þetta byrjaði sem göngubíll. Já, mjög snemma. Kappaksturinn var meiri þarna og þá var ákveðið að byggja bara sérstakt brautarstæði og á beini kaflinn sem kemur ofan í dendina eftir fyrstu beygju og það er gamli pittkaflinn. Pittkaflinn var færður upp brekkuna
að ræða það. Ég sagði nú hvenær var það? Í dag þegar við vorum að ræða þetta. Þetta væri örugglega mín uppáhalds þar til gerða kappakstursbraut í Ameríkuhreppi. Já. Hún er tæknileg, vel höf. Það er rosalega það verður gaman að sjá hvernig strákarnir takast á við þessa braut núna. Það gekk á Jússu þarna í fyrra. Heyrist ekkert í Magnúsi, heyrist ennþá of lítið í Magga. Og björstillingar. Leið mér að heyri þér svo ég geti hækkað þig. Það er nú ekki mikið sem ættir að hækka þetta í viðbót. Nei, ég geti hækkað geinið á því. Halló. Nú er ég að verða búinn að hækka allt gjörsamlega í viðbót. Hún er komið gein á því, prófaðu nú. Heyrið eitthvað betur í mig núna? Nei, þetta er svona, já, við erum að streyma í 2 mínútur við erum ekki alltaf svona tíma. Það er klikkað Echo á Twitch. Það er þessi allalínur. Er þetta svona? Kannski. Teljum okkur vera búin að laga Echo við á Twitch. Ég er að reyna að sjá hvar það kemur. Flott, segir einhver á Twitch, þá tökum við því sem heilugum máli. Það er búið að finna út á tæknilegum örðuleikum. Þetta er alltaf skemmtilegt þegar maður er að finna svona út svona smátturís. Það heyrist ekki í Magga á Twitchinu. Við þurfum að finna eitthvað út úr þessu. 2 mínútur í dimma. Hann er aðeins vant við látin. Stundar sinna íþrótt og svona, en hann mætir í reis. Það er spurning hvort við förum að færa útsendingu bara 2 mínútur til þess að ná alltaf á réttum tíma. Það er við. Það heyrist ekki heldur í þér á YouTube, segir. Já, ok. Þetta finna út úr hverjum þetta búið að. Ég held að grænlíski tæknimaðurinn á baku tjöldin bókstaflega í remotinu sé að finna út úr málunum. Já, það er svoleiðis.
Já, ok, glimtist að bæta við audiokapsur á þessa tölvu. Sjá mannin vinna hérna. Svo heldur Magnús hérna við músina eins og hann sé að gera eitthvað. Ég er alltaf að voða mikið saklaus ef að eitthvað klúðrast það. Það heyrist lærra í öðrum kaster. Það er vantanlega þú, það er allir að kvarti við, það heyrist ekki Magga. Þá verður að hækka, þú verður að koma aðeins herra. Múið sjá hvernig sko audio-levelið á þessu er fín. Hvernig heyrið þið mér núna? Ég ætla að auka geinið á þig aðeins. Prófaðu núna. Halló. Þú kemst nánast alla leið. Það er... Rittur. Þetta lítur vel út á skjánum hjá mér allavega. Ok. Það er að sjá hvernig það verður. Ég sé alltaf að þessi grænlenski er búin að drukna sér út á skjánum mín. Herðu, Dimmu er komin inn í lobby. Levels í bussinum. Við förum ekkert mikið herra með það. Nei, það var spurning hvort þið þurfa að lækka aðeins í leiknum og mér og þá ætti allt að vera orðið nokkuð játt. Það er allt innan markaði þetta allavega. Það gæti verið að þetta gæti hreinlega verið að það sé bara munur á mækonum á headsetum. Prófaðu núna, Magnús. Halló. Það er ljótt ef ég þarf að fara að standa á öskrunni þegar sem hann heyri mér í streyminu, sko. Við erum að píka svona nokkurn veginn á sama stað, þannig að... Ég meina það ætti að heyrast jafnt í okkur báðum. Herru, við ætlum að byrja að qualify eftir 2 mínútur. Ekki? Jú, 2 mínútna warning á þetta. Tæknumann sem á að vera er að reyna að redda öllu hérna.
Við ætlum að byrja qualify. Já, það er komið tíma á það. Við finnum út úr þessu ef það er eitthvað hægt að finna út. Þetta kemur allt í ljós. Herðu, þá byrjum við á tímatöku. Það er spurning hver er fyrstur út. Við erum með 14 ökumenn hérna á grittinu. Það er allir mættir í kvöld. Það er Jói Egil sem er að vera fyrstur út. Líklegt að hann er til að setja góðan tíma. Hann allavega hefur sýnt að hann á alveg sína spretti. Staðan eftir síðustu keppni, vilt þú fara yfir hana meðan við erum ennþá að koma hljóðum og mér almennilega í veg? Herri, já, auðvitað eftir fyrstu umferð sem var æsi spennandi keppni sem var þó í þvílíku vesinni hérna í stúdíónu hjá okkur, að þá var það samt þannig að Jökull skilaði sér í mark fyrstur og fremstur eins og svo ofta áður og náði sér í 25 heilstig þar. Jóhann Ingi var annar og náði sér í hraðasta hring líka, þannig að hann er ekki nema 2 stigum á eftir eða, nei, 4 stigum á eftir. Ólafur Einar eftir pínu ströggl og baráttu og svona var svo þriðji. Tók samt fram úr Alex Tobson á síðasta hring, gerði mjög vel þar ef ég man rétt. Það var barátta þarna. Þar á eftir að þá kom Alex Tobson, Andri Már, þar á eftir Gunnar Ágústsson, Jói Egils. Þetta var svaka keppni þarna milli manna framan af og lengi vel. Ási Káir var 8. Alex Geirsson skilaði sér 9. Þar á eftir að þá var Dimmi með svolítið sérstakt bílaval þarna. Endaði 10. Haukur Ingi 11. Ársæll Guðmundsson 12. Gunnar Karelsson 13. og Ívar Eyþórsson tók ekki þátt í fyrstu keppni ársins. En það er þannig að við teljum sem sagt 7 af hverjum 8 keppnum á vor- og vetrartímabili og saman gildaði svo til stórmeistaratitils. Já, það er komin spá allavega. Davíð spáir Óli Andri Ívar. Það verður gaman að sjá hvernig það fer. En nú er Jói að koma, hann er að klára núna fyrsta hotlappinn sinn. Og setur tíman 44.9. Ívar Eyþórs kemur við línu 44.774, stingur sér upp á topp. Jökull 44.8. Annarsætið á hann. Ási Káir næstur 45.1. Alex 44.6. Fer á toppinn drengurinn. Gunni hoppar upp í 3. sæti. 8 tími hjá Gunna. Og Óli upp í 4. Dimmi í 8. sæti. Andri setur ekki góðan tíma hring. Jóhann Ingi aðeins og var. Alex Geirs komin upp í 9. Þóra Sæli 45.7.
Haukur Ingi klárar hérna næst síðustu beygju. Nei, herru, hann er komin fram yfir. Það er Gunnar Karel, 47.2. En svona sem smá vísbending það hvað baráttan í þessari deild á eftir að verða svaðaleg í vetur. Frá fyrsta sæti niður í 9. eftir fyrsta hotla eru 0,667 sekúndur. Þetta er náttúrulega alveg gríðalegur. Alex, þetta missir smá bílinn í herpinnum upp brekkuna. Hraðinn á þessum drengjum er náttúrulega svakalega. Það er ekkert grín. Þetta eru ökumenn hérna á heimsklassa eins og hefur sýnt sig bara í Nordic Masters mótunum að það hefur alveg verið ansi vel keyrt þar og ég man nú ekki nákvæmlega statistikinn á bakvið það hversu í hvaða sætum menn hafa verið að skila sér en alveg virkilega samkeppnishæfir á alþjóða grundu þessir ökumenn sko. Jökull búinn að stinga sér á toppinn. Það munar 0,052 á honum og tímanum hjá Alex. Það voru að sjá Ólaf hérna, hann stakk sér upp í 3. sætið. Það er mjótt á munum hérna. Þannig að þú fórst yfir stöðun á ökumennunum á hann og þá er spurningunum við förum aðeins yfir liðið. Þar er B6 Racing Team sem að inniheldur Jóa Egils og Jökull er efstir með 35 stig. Kaldi Racing í því liði er Andri Már og Óli með 32 stig, það munar ekki nema 3 stigum á milli þeirra. Kraftilega Racing, það er Alex Hjersson og svo Alex Bobsson í 3. sæti með 22 stig. Team Gullfiskur, Ívar Eiðsson og Jóhann Ingi með 21. Lavasjó, sem er Dimmi og Gunni Akka, þeir eru með 17. Ramrót Racing, Ársæll Guðmunds og Ási KR, þeir eru með 11 stig. Og Arctic MS Racing, sem eru Gunnar Karel og Haukur Ingi með 6 stig. Þar hafið þið það. Og þetta er náttúrulega bara eftir fyrstu keppni, þannig að það er eftir að koma heljarinnar breytingar á þessu stigatöflum. Já, Jökull nýbúinn að setja hérna... Ívar kominn á toppinn. Já, Ívar stingur sér á toppinn. 1.44.4. Tími á BMW-finum. Gunni kominn upp í 4. sætið. Hendir Ólafi niður í 5. Já, 7.000 á milli Gunna og Ólaf. Þetta er náttúrulega, svo ég sletti nú á góðri ensku, færisku fyrir Dóa. Þetta er náttúrulega ridiculous að við erum að tala 7. sætið, 7. sætið, 8., 9., 10. og það myndi ekki einhvern duga til að koma þeim út úr slip. Nei, og ekki langt niður í Alex Geirsson þaðan. Og við erum að tala fyrstu 5, það er innan við 0,3 á milli þeirra. Já. Á milli fyrstu 5 ökumenn. Og alveg líklega illa að skiptast að sæti meira. Já. Þetta er nú bara... Það er eitthvað sem segir mér að það ættir að verða einhver baráttan. Ívar á þessum BMW, er þessi BMW búinn að koma svona vel út úr prófunum núna? Hann hefur náttúrulega sko það sem að muna svo mikið á BMW-finum á þessari brautir að hann er með svo óbúslega tók. Já, hann munar svolítið það. Og það er náttúrulega sko upp eftir fyrstu beyguna og svo upp í penalty-sjóninu upp úr halnum að það er þar þarfti tógið sko. Já, ég treysti svolítið líka á það í gegnum allan 3. kaflan á brautinni svo sem. Já, í rauninni. En það verður gaman, það verður svolítið gaman að sjá hvernig busstoppi fer í þessari keppni. Það voru einhver hjörtum sem að krömdust í busstoppinu í fyrra. Já, þetta er tæknileg braut, þetta er erfið braut, þetta er
braut sem að er fljótar efsa, ansi fljótar efsa. Alex Dobson var að skella sér á toppinn, Jökull nei, hann er hérna, maður sjá. Jói að hoppa upp í fjórðasætið. Ég var 0,015 á eftir. Alex Dobson kemur hérna að setja í ring. Jökull er að koma. Hann bæti sig ekki. Jökull Var klárt, hann er á rauðum. Dimmi að bæta sig aðeins. Jökull er komin í hælinn, þannig að það er spurning hvað. Dimmi nú bara mættir í autodrive hérna, það sýnist mér. Hann er tímatökunum búið. Já, það er búið, það er komið fæn að lappa á okkur. Þá finnum við hver er fremstur. Það er Andri Már. Nei, heyrðu, já, það er Jökull sem er fremstur. Hann er þriðji, þetta er síðasti hringur hjá mönnum, þannig að þetta er síðasti séns. Hann fer hérna inn á verðinni. Þá var það Ási KR, hann næði ekki. Óli bæti sig ekki. Hver er næstur? Andri Már er næstur. Hvað er þessi hérna? Andri Már bæti sig ekki. Gunni Agga. Gunni færist til hliðar. Jóhann Egils. Nei, Jóhann Ingi næstur í slipstream. Bæti sig aðeins. Hann bætti sig aðeins og dundraði aftan á Gunna og skemmti bílinn hans Gunna bæði fram og aftan. Það er líka að hann þurfa að fara að hoppa út úr lobbyið til þess að gera repairs á bílnum, en Já. þetta sleppur í sýndaveruleikanum. Nei. Já, það er gott að við resettum á milli tímatöku og keppni, þannig að það eru einhverjar spár hérna. Það var spáð Jökull Alex og Andri á pól. Keppni Jökull Óli Alex. Hraðastir hringur 1:45.975 og það verður Alex á 20. hring. Hilmar Darri með þetta alveg upp á millimetr. en Most positions gained hérna Jói Egils 5 sæti. mér finnst það helviti gott ef að Jói Egils á að bæta sig 5 sæti, hann startar 4. Já, það er eitthvað. Spá hérna Berglind Ósk, Jökull Óli Alexander, besti tími 1:44.281. Keppni Alexander, Jökull og Alex. Þetta er nú eitthvað ekki rétt. 1:44.845 á hraðasta hring í keppni. Davíð Örn, Óli Andri Ívar segir hann. Brynjólfur, Óli Jökull Andri. Tímatakan fer þannig að hérna þetta komið í gang. Alex Dobson tekur pólinn 1:44.437 á AMG. Ívar Eithórs annar á M6 1:44.452, 0,015 á eftir, 15.000. Jökull Hrafnsson, Íslandsmeistari, stórmeistari á AMG-num er þar á eftir í 3. sæti. Jói Egils á Nissan í 4. sæti. 5. sæti Gunnar Ágústsson á Nissan líka. Ási KR á Lexus. Í 7. sæti Ólafur Einar á AMG. Í 7. sæti Andri Már, í 8. sæti á AMG sömuleiðis. Jóhann Ingi
á Ferrari í 9. sæti, Ársæll á Lexus í 10. sæti, 11. sæti tekur Dimmi á sínum Nissan eins og venjulega, Alex Gesson á Möstunni í 12. sæti, Gunnar Karelsson á Nissan í 13. sæti og 14. sæti tekur Haukur Ingi Hetja fyrir það að taka Lamborghini Huracan GT3. Svona vill ég sjá. Ferrari á braut, það Lambo á braut, það Mazda á braut, þetta er fjölbreytt, það M6 á braut. Ég bjóst nú ekki við því eftir að Brynjar var mjög sáttur eða ósáttur eða hvað það var. Og það Lexus á braut eftir síðasta tímabil. Og það Lexus á braut. En ertu búin að taka eftir tímunum hjá Gunnar Agga, Ása Káir og Óla? Ertu að meina hvað lítill munur það á? Ja, það eru 6.000 á milli Gunnar og Ása og það 1.000 á milli Ása og Óla. Já, það 1.000 það á milli. Þetta eins og ég segi, það mjótt á munum á toppnum. Já. Þetta eru náttúrulega ökumenn sem að eru þjálfa, æfa og gera sitt alveg eins og bara atvinnumenn. Já, algjörlega. Nú ætlum við að breyta og setja inn reiðstillingarnar. Bergur segir bróður sinn, hann að gera það sama og ég, byrja 12 en hann enda 7 eins og ég. Mér líst vel á það. Það verður most positions gained alveg klálega ef það gerist. Maggi raðað upp í lobbyið. Það vera kvikindi og Sýni ykkur hvað hann einbeittur við þetta. Það svona. Nú getum við farið að raða upp ökumönnum á línu. Það allir að entera inn á brautina. Gunni, Ívar komin inn. Nei, allir nema Ívar komin inn. Það allir kominir. Þá getum við farið að raða upp á braut og við ætlum að hafa Alex Dobbs fremstan og þess má geta að Alex Dobbsson nýrinn í úrvalsdeildina. Já. Eftir að hafa verið í opnudeildinni á síðasta tímabili. Hann vann sig inn í fyrstu deildina í tímatökunum núna í haust. Og svo að því að ég átti ekki möguleika á því að keppa þurfti að segja sætinu mínu lausu og þá var ákveðið að hann fengi það sæti þar sem að hann vann tímatökuna með rúmri sekundu í næsta mann. Hann alveg búinn að sýna það að hann hefur hraðan. Hraðan hefur hann. Það margt eftir Óla enda ungu drengur en við höfum miklu að trúa á honum. Eiki drift á Twitchinu, klikkaði hendunum í Formúlu 4. Ég segi hendunum bara beint í Formúlu 3 sæti. Ég held að hann myndi alveg pluma sig þar og svo bara upp og áfram með það. Já, alveg klárlega. Það var rosalega gaman að fylgjast með honum í tímatökunum. Meðað við það sem maður sá allavega að karkontróli sem hann hefur alveg gífurlegt. Já. Og þetta náttúrulega bara besti staður til að þjálfa upp svona menn. Það að keppa á móti þeim bestu. Og það engin spurning. Og eins og ég sagði á hann, þetta eru ökumenn á bara heimsmæli kvarða hjá okkur. Við fögnum því að hafa svona hraðan dreng með okkur. Já. Nú erum við búin að raða upp braut. Það búið að raða upp braut, já. Þannig að við setjum vel reis. 22.
það, hún 3. 02, við hefum ekki bíða lengi. Við erum með fólkið æst heima að bíða. Herðu, hvað segir Danni hérna? Thompson er eitthvað natural wonder, ekki einu sinni komið með bílpróf. Það er mikið rétt. Já, ég meina hann er hvað, 15 ára gammal? Herðu, við bara spyrjum Þorfinn hérna, eða Berglindi í beinni að svörum við þessu. Fá svar við því hvort hann er 15 eða hvort hann sé orðinn 16. Þurfum að fá staðfestan aldur á drengnum. Við fáum það inn á tjatið þegar hérna streymið katsar upp. Þannig að þetta... En svo er spurningin, er Polyphony búið að laga bögginn sem að koma upp í síðustu keppni hjá okkur? Þegar allt fraus á skjánum hjá þér. Já. Og þú ert að hósta. Já. Þeir segjast eru búin að laga það allavega miðað við X-sjóðum. Við vonum að svo sé. Við höfum hérna 1,5 mínútu. Ég ætla að segja ykkur frá því að Gran Turismo samfélagið og þessi deild er öll keyrð á frábærum samstarfsaðilum. Það er Arctic Iceland, það er Gullfiskur, það er Lavasjó, Kraftvélar, það er Game TV, það er Autocenter, það er Classic Detail, það er GT Akademían, það er Kaldi og það er Verkfærasalan sem að bjóða ykkur upp á þessa útsendingu í kvöld. Já. Segjum það. Og ekki má glema að reyna að lána okkur aðstöðuna í samstæðu við Game TV. Já, við þökkum vel og mikið fyrir það. Herru, það er bara... Herru, það er staðfest, Alexander er 16 ára, segir Bergur. Já. Ekki einu komin bílpróf. Herru, nú bara hefjum við niðurtalningu. Það er ekkert kjaftaði. Nei, það er ekkert hik, ekkert hangs. Við keyrum þetta bara af stað. Nú eru allir sestir út í bíl og farin að ræsa vélarnar. Spennan í hámarki. Ég þarf að gera þetta svona og aftur inn og bæta við upplýsingum. Ég ætla að fara hérna aftur í 7. sæti. Já, fylgstu endilega vel með og farðu endilega við dekkin á meðan ljósin er að kvikna. 5 rauð ljós og við erum komin af stað. Það er frábær start hjá Alex Thompson. Stingur hérna af. Við byrjum Jökull komin á undan. Ívari. Tekur utanverðina, örugum með þetta. Við komast allir í gegnum fyrstu bein allavega. Herru, ég þarf að bakka aftur hérna og búa til svo við sjáum víðar í sjónarhorn. Alex leiðir hérna í gegnum fyrsta sektor, Jökull annar, Ívar þriðji, Ólafur svo þar á eftir Gunnar Ágústsson 5. Koma þær í börstoppið. Börstoppið er mjög trikki, stinkur. Þarf að fara varlega. Óli gæti verið að ná sér í penalty. Ólafur Einar, það er eitt að detti núna. Nei, hann sleppur. Hann sleppur við refsinguna. Það hefur verið einum pixli frá því að... Já, það hefur verið rosalega dýrt að ná sér í refsingu strax á fyrsta hring og detta aftur fyrir. Við gerum það þannig að við tökum refsingarnar út á braut fyrir brautatakmörk en allt annað fyrir dómnefnd. Þú sjáuð að það er á ákveðnum stað eftir að þeir koma úr herbenninu þá sjáum við 2 gula kassa í einhverjum brautarendanum. Þar er sem sagt penalty-sonið og þar bara hægir bílinn á sér automatist þegar þú ert með penalty. Já, gerir það sjálfkrafa og hérna tekur út alla refsinguna og stendur á bremsuna meðan. Þetta getur verið rosalega dýrt á þessari braut á þessum bílum. Já. Ég mun spá hérna frá Danna. Biðum að heilsa þið til Danmerkur Alex Jökull Ási. Ási er í 9. sæti eins og er. Hann þarf að taka á stóra sinum við þetta allt saman ef hann ætlar að láta þetta standast.
Þeir eru ekkert að sleppa Alex frá sér. Þorfinnur með staðfestinguna hérna. Alex er orðinn 16 og kominn með æfingarekstur. Yes! Þá var bara stutt í að þessi hægt að fara að koma honum í Formúlu 3 eða eitthvað. Já. Við erum að tala við Kristján en að sjá hvort hann sé ekki með einhverjum kontakt að hann fá til að koma þessum dreng í eitthvað meira heldur hermikapastur. Ég treysti nú bara á það að Kristján sé að horfa þetta í kvöld og hérna hingi bara í liðstjóra Karling og hérna reddi þessu sæti eins og skott. Já. Herðu, að því þú varst að tala Ása rétt á hann og þá var hann komið með 1,5 sekúndu í penalty. Þessi komið með refsingu. Og fer að detta hérna inn á penalty-sónið. Hvernig var með dekkin? En til að sýna ykkur, það allir á hard. Ásir að taka út fyrstu refsinguna. Hann er með 1,5 sekúndu hérna fyrir í Haukunga og Alex Gesson. Þeir eru báðir komni fram úr honum. Haukur búinn að vinna sér vel upp. Lambóinn er náttúrulega eins og lamb á braut. Nei, ok, eins og stóðhestur á braut. Þannig að þetta er alveg klárt. Það er alveg spurning það að fara með því í geðmót. Þú veist að ég féll fyrir þessum bíl nei. Hvernig var það? Það er 1,5 ár síðan. Það var í síðasta haust. Var það síðasta haust? Já, nei, út af því byrjaði snemma. Ég byrjaði vorið. Já, vísu. Og ég var búinn að ná alveg gríðarlegri stjórn á þessum bíl og svo viku fyrir hérna val á bílum og þá kom það inn að Lambóinn var nörfæður. Hörkubarata hérna milli Ása og týndi þeim og Hauks. Haukur kominn með refsingunum núna. Hann á eftir að falla svolítið aftur. Lambóinn verður fljótur að vinna þetta upp. Þetta Lambó-blæti hjá þér, þetta minnir ansi mikið á Nissan-blætið hjá Ef. Herðu, talið einhvern annan segir tjatið. Eyðilögðu þetta alveg fyrir Haukið þarna. Það er mikið rétt. Ef að tala ég get ekki farið að skemma fyrir 16 ára dreng, þannig að við verðum bara að segja eitthvað ljótt, nei, eitthvað fallegt Jökull. Jökull, stórmeistari, er hérna að hanga fallega aftan í... Já, ríkjandi tvöfaldur íslensmeistari. Já, jú, akkurat svoleiðis. Já. Það er allavega alveg orðið greinilegt að samkeppnin við hann er orðin töluvert meiri heldur en hann hefur orðið. Já. Bæði frá nýjum ökumönnum og eins þeim sem að voru að keppa með honum í fyrra. Og það er spurning hvað Óli næra hrellan þetta tímabilið. Já, ég hugsa nú að Óli og fleiri verði eitthvað hrellan núna. Ég hérna allavega bind mikla óvonu við það. Já, og eins og Jökull sagði bara sjálfur að hann bara fagnar allri keppni sem kemur á mótunum. Já. Hann er alveg æstur í það að fá að prófa að elta frekar heldur en að vera alltaf eltur. Ég menn verði ekki traðar nema að kera mútið hraðar aukumönnum og ef að einn af þessum toppum bæti sig eitthvað þá náttúrulega bara hýfið það okkur öllum upp. Það er bara svo einfalt. Já. Eins og er, hvernig var þetta? Að þá er Bísik í öðru og 8. sæti sem að gerir það að verkum að ef að Andri er í 5. Ólafur í 4. Já, það gefur þeim... Þannig að það eru 30 stig sem að þeir fengju. Já. Það gæti... Það er nú löng keppni fyrir höndum, við skulum ekki vera að spekulera of mikið í þessu. Það er alltaf gaman að spá í þessu hvað þetta gerir, af því að þessi liðakeppni bætir svona skemmtilegum punkt inn í tímabilið. Já.
Að mínum að þetta ekki alveg nógu mikið lagt upp úr henni, en við reynum, við fáum fleiri samstarfsaðila inn og sem að gera þetta allt í gang. Það helst í fréttum að Alex var að sitja hraðasta hring 1.46, 9.86 og búinn að losa sig við Jökul aðeins úr slipstreaminu. Hann að fara rosalega varlega með dekkin, hann ekki að taka allt körpið í fyrstu beigjunni, hann svona svolítið mjúkur á þessu öllu saman ennþá. Ég að spá í hvort það gæti verið að Dimmi hafi farið eitthvað út af vegna þess að hann búinn að fara inn í pit og taka medium-dekkin. Hann búinn að skila sér harddekkin. Já, þá hann mögulega keyra á styrkleikum Nissansins sem að getur mögulega verið þessi medium-dekk við hann eftir að fá reynslu á það á þessu tímabili. Já. Að hann ætli bara að taka mörg stint á medium. Já. Ef að einhver finnur lausn á þessum málum og þá það oftast Dimmi, sko. Ef það einhver bíll sem að ekki metabíllinn en hægt að keyra, þá það Dimmi sem að finnur það. Já. Og það komið rosalega óvart að sjá hann allt í hennu á mainstream bíl eins og Nissan virðist vera. Já. Hann búinn að vera mjög gjarn á það, alveg saman hvort að það sé í Group 3-keppnunum eða hvort að það hefur verið í Group 1-keppnunum og þá hefur hann yfirleitt verið á bíl sem að engin annar hefur verið. Setur smá handsprengju inn í þegar að menn mæta á braut og sjá hann á einhverju allt öðru tæki og kannski bíl sem að menn glemt að prófa. Eiríkur Ingi segir að við sem á undan á Twitch það bara server delayið, ekkert sem að við getum stjórnað. Við þyrftum eiginlega að fara í að lýsa þessu tvöfalt einu sinni og svo aftur mínútu seinna til þess að hafa þetta játt. Það hörku baráttu núna milli Ívars og Óla í 3. og 4. sæti. Já, þeir eru koma upp brekkuna og inn í busstoppið. Það verður gaman að sjá hvort að Óli ná að láta þetta stikka í gegnum busstoppið. Busstoppið rosalega hratt. Ólafur kominn fram fyrir, á utanverðinni fyrir busstoppið. Ívar með á BMW-finum ætlar að láta finna fyrir sér, heldur í hann. Svo náttúrulega Andri bara þarna beint fyrir aftan. Andri tilbúinn að taka sæti ef eitthvað gerir mistök í þessari baráttu. Þetta virðist, það að myndast þetta smá baráttu á milli Alex Geirs og Ása í 9. og 10. sæti, en það ennþá hálfsekund á milli þeirra. Núna sýnist mér þetta vera orðið þannig sko að Andri og Gunni og Jóhann Ingi eru allir tilbúnir, bíða eftir því að gera eitthvað mistök. Ívar og Andri hlið við hlið inn í herpinnið. Andri á innanverðinni tekur og svitsarúið reynir Ívar. Ívar að tapa svolítið En sko, það spurningin, Akkilesarhæll BMWs, það Berti sem að kemur? Það getur verið. Ég að skoða dekkin hjá mönnum. Ólafur virðist vera með það eins og, Óli búinn að ná að bæta svolítið dekkjarkvíslið. Já, þetta náttúrulega eitthvað sem að topparnir hafa svolítið verið að stíla inn á, ef þeir lenda einhvers staðar inn í pakka, spara dekkin og spara bensinni og græða þannig á því. En sérðu munin að við skoða bara, nú eru dekkin hjá Óla og Jökli nánast eins. Já. En skoðaðu bensinni. Já, það munar svolítið á því. Og svo Alex ennþá neðar í bensinni heldur en Jökull. Já, hann að keyra þetta, hann að leiða, hann ekki með til að brjóta loftu fyrir sig. Þannig að það kostar alltaf svolítið bensín og sérstaklega þegar maður búinn að slíta sig þetta mikið frá tvöföldum Íslandsmeistara, þá kostar það bensín, dekk, svita og tár, myndi ég segja.
Jú, þannig bara pappan sé þarna hjá honum að hérna, stappa smá stáli í drenginn og hann er virkilega kósveittur við þetta. Já, minna hann á að hérna, það sem hann nappaði sjálfa sig svolítið við, minna hann á að anda svona inn á milli. Já, við þekkjum nokkra sem að hafa verið að gleyma því að anda í keppninni, sko. Þegar mest liggur við og það hefur kostað menn og hérna. Það er vist nauðsynlegt fyrir mannslíkamann að fá súrefni inn í blóðið til þess að fungera, sko. Sérstaklega þegar maður er high performance athlete eins og þessi drengir allir eru. Það eru 9. og 10. sætið. Ási og Jói Egill. Jói mjög nálægt honum hérna Lexusinn á móti Nissanum. Það setjast í farþegarsætið hérna hjá Jóa. Ættum við kannski að gera það líka upp regluna. Svona. Og sér svolítið í þessu sjónvarpinu og sér maður svolítið hvernig brautin hafnar. Já, þetta er náttúrulega svolítil hæðabreyting hérna yfir og svo kemur busstoppið sem að er náttúrulega og Jói með lélegt endri hérna inn í busstoppið. Þetta busstopp náttúrulega hendir bara skrúu inn í tannhjólið á þessu öllu saman þegar maður er að reyna að halda ferðinni þarna. Að hérna, það getur ýmislegt gerst. Maður þarf ekki nema bara að setja eitt hjól vitlaust eða þá vera með mann sem er búinn að stúdera þessa beygju, þetta sequence alveg út í eitt og hérna þá getur maður verið 1,5 sekúndu á undan og allt í einu svo 3 sekúndum á eftir. Ertu ennþá fúll yfir þessu? Já, ég er ennþá fúll yfir þessu. Ég ásens að já, Dotti var ægilega montur með 1,5 sekúndu undan mér og var farin í busstoppið þegar hann tók svo allt í eftir því og ég var komin undan hann í gegna það. Það var ekki mjög kátur. Ég taldi mig hafa gert það mjög vel, sko. Já, það var allavega ekki mikið keyrt með okkur það kvöldið eftir þetta. En allavega staðan virðist vera orðin þannig að það er undirlega þægilegt bil á milli þetta. Nú er aðeins að byrja barátta hérna í 7. og 7. sæti. Milli Gunnar Agga og Jóhanns Inga. Þeir koma hérna upp brekkuna. Við sjáum hérna hvað er fallegt, hérna fallegu gróðurinn í New York fylkinu þarna. Ferraríinn verðist vera búinn að batna svolítið í dekkjaslitinu með að við sérstaklega maður bera hann saman við Nissanin. Aðeins verður á afturdekkin en Hann er nú frekar jafn. Það er alltaf þetta, hérna, annað afturdekki fer alltaf svolítið illa, sko. já. Þyngdar dreifingin á þessum bíl er, hvað að segja, ósanngjörn. Hann er svolítið rassþungur Já, með við aðra bíla. hann er það. Meiri segja með við Lambóðum, þá er hann töluvert rassþungur. Já. Þannig að Jóhann Ingi farinn að blikka framljósunum hérna á Gunnar. Finnst hann eitthvað að vera að hægja á sér. Gunnar gefur náttúrulega ekkert eftir. Jimmy er ennþá 24 sekundur fyrir þetta Gunnar Kærni, þannig að hann er ekki mikið að græða á því að hafa farið yfir á 90 dekkin. Ekki ennþá. Ekki ennþá. Nei. En svo er náttúrulega það ekki það. Þessi braut slítur dekkjum alveg gríðan. Þú sér það við erum rétt komnir inn á 10. hring og það er farið að verða svolítið tæp framdekkin í honum. Já. Það farið að styttast það sem mikið við þetta. Þetta styttist með hverjum hringnum eins og ykkur sagði ykkur tíma. Danni kemur hérna með komment á Twitchið. Ég ætla ekki að endurtaka þessi orð. Ég bara geta ekki, en þessi ummæli eru Ferrari.
og það skiptir eiginlega engu máli í hvaða motorsportið það er og þá get ég ekki staðið á bakvið þessi orð eða sagt þau sko. Þetta væri svona eins og að segja að besta liðið í úrvalsdeildinni í ensku væri Tottenham Hotspur eða eitthvað. Nú ger ég Tottenham menn alveg vitlaus sko. Þú eru átt á því, það er ansi stórt svæði þetta fyrir utan. Já, það er hægt að safna ansi miklum hóp til að taka á mótið þegar þú kemur út. Sko. Þetta er alltaf lagi. Tottenham menn er ekki svona margir á Íslandi að getur fyllt þetta plan. Það virðist allt vera svona falla ansi mikið í svolítið þægileg bil á milli allra manna. Ási að sækja á Alex stutt bil á milli 5. og 10. sætis en samt engin barátt á brautinni. Þetta er allt svona minnsta bilið eins og er á milli Jóhanns og Ívars og það er 0,7 sekúndur. Já, Jóhann kom með það upp í tæplega 0,9. Finn er hann að tapa aðeins þegar bílarnir eru farnir að léttast. Brynjar talaði það meðan hann BMF að þú þurftir að passa að tapa aldrei niður turbínuþrýstingum. Já. Sjátt á Brynjar. Já, BMF-in ætti svolítið erfitt með að vinna upp turbínuna til þess að fá tóið fram. Já, það er svona með þessa bollu. Hann er aftur búinn að vinna sig upp alveg í stuðarann hjá Jóhanni. En sko, þú getur bremsað miklu seinna á BMF-inu heldur að Ferrari. Mikið seinna. Já. Og náttúrulega BMF-in er stöður í sérstaklega eins og í gegnum hörstoppið heldur að Ferrari. Já, Ferrari nætti þó að vera librari og með betri aksturseiginleika. Er Danni mættur í YouTube-chati líka, hann það bara double down, það er bara svoleiðis. Ég ætla að vona að allir hafi munað að greiða fyrir streymið sitt með læki hér í kvöld. Já, það er alveg algjör skylda að menn borgi læki, það er að minnsta sem geta gert. Það er svona þessi gegnum hópin. Hlýtur að fara að styttast í það að við erum að fara að sjá fyrstu pitstop. Alex er komin í rétt tæpa 2 sekúndur í orðstuðin á toppnum. Og er svolítið verri á bensinni heldur í Jökull sem er í öðru setinu. Já, hann munar... Þeir eru á sama bílnum. Já, hann munar, hvað var að segja, hann munar heilum hring á þeim og jafnvel rúmlega það. Já, ég get alveg trúið á því. Ólafur aðeins betur settur á dekkin en ekki mikið betur settur á bensinni. Og Andri er mjög svipaður á bensinni í 4. setinu eins og Alex í 1. setinu. Samt er Andri búinn að vera í slipstreaminu ansi mikið. Andri innanferðin hann segir þetta ekki bara góður í gólfi, góður í öllu sem hann gerir. Kappakstursið þar með talið. Ólafur Einar, Andri Már báðir inn í pit núna. Jökull og Alex halda áfram. Gunnar inn í pit. Það er svolítið trikk í pitlinni. Jóhann Ingi inn í pitin. Hver hélt áfram? Ívar. Ási, Jói hélt áfram. Alex Geiss inn. Haukur Ingi og Ásæll.
báðir halda áfram. Gunnar Karel heldur áfram. Dimmi Dimmi öllu líkindum að koma inn aftur. Já, búinn með medium stundi sitt. Fyrsti maður sem pittaði, Ólafur Einar, kemur hérna út á medium dekkjum. Kemur út í 9. sæti. Nei, Dimmi heldur áfram. Dimmi heldur áfram. Hann ætlar að nýta þessi medium dekk. Ólafur Einar með 2,3 sekúndur á Andra. Mjög stutt á milli Andra og Gunna þar á eftir. Jóhann Ingi mjög stutt þar á eftir í 12. sæti sem stendur og Alex Gesson. Nú sýnist mér á öll að Gunni hafi tekið þó nokkuð minna bensín heldur en restina af þessum pakka sem var að pitta. Þetta er bara baráttan. Það er 10. sætið eins og er, 11. sætið eins og er, eins og mér er búinir að pitta. 10. sætið, já, var að koma út, já, það er Andri Már. Ólafur, já. Alex og Jökull báðir kominir inn. Hvað gerir Ívar Eyþórsson? Hann kemur inn líka. Ási Káir heldur áfram. Hann á ansi lítið eftir af öllu bara liggur við nema bensinni. Jói Egil sömuleiðis heldur áfram. Nánast komnir niður í jafn. Bara niður á felgu á vinstra framdekki. Ásæll aðeins betur staddur með dekkin og Haukur Ingi náttúrulega á sínum Lamborghini. Haukur hetja. Keirir hérna, Jökull er að koma út úr pit. Alex líka. Alex Topsson kemur út á eftir Jökli úr pitnum. Já. Með örlítið meira bensín. Þetta á eftir að borga sig þegar lengra komið, en hann lendir í því að Andri Már lendir á milli þeirra. Andri kominn upp á hliðina á Jökli á köldum dekkjum. Förum inn í busstoppið. Andri tekur línuna, gerir þetta örugglega, heldur hérna overall race líderannum fyrir aftan sig. Má mætti alveg segja það að endurkvætti sé svolítið sterkt á þessari braut. Já, sér það líka. Óli er kominn fremstur af þeim. Já. Óli er fremstur á þeim og með 2,5 sekúndu á Jökul. Já, rúmlega. Já. Þannig að undirköttið er að virka. Hérna, Danni, ég skal gera við þig díl. Ef að hérna Ferrari vinnur keppni fyrir áramót, þá skal ég segja svo orð. Ég skal segja þig. Og alveg með látbrigðum og öllu, sko, bara eins og ef að shoutout á Svein, ef að Sveinn var að lýsa þessu. Ég skal læra ítölsku til þess að segja þetta með réttum reim og hérna mállýskun og öllu. Ási K. er komin inn. Jói Egil líka, hverju voru fleiri? Haukur Ingi. Lambóinn þarf að fá að súpa. Hann fer aftur á hard. Eru einhverjir aðrir sem er að taka annað hardstint núna? Já. Ég er búinn að rúlla í gegnum þetta allt saman. Haukur Ingi er sá eini sem er að taka 2 hardstint. Sem að gera þetta döðadæmt fyrir Lambóinn. Andskotinn hafði? Nei. Já, það er allavega, sko, hann er að pitta á svipum tíma og hinni. Hann er með betra start. Hann er með betra start í tíma á baku sig. Eiríkur er búinn að búa til svakaleg start fyrir hann og ég ætla ekki að segja orðum Hauk meira. Ólafur Einar, nýr líder hér hjá okkur í kvöld, leiðir þessa keppni með 2,5 sekúndu í forskot á Andra Má. Undirkötti Jökull kemur hérna á innanverðinni upp brekkuna.
er með smá yfirhraða, þeir skiptast á smá málingu, Jökull með innri línuna í herpinnið upp á brekkunni. Og lætur að stikka. Hællinn fer jökli í vil, Andri Már reynir hérna aftur. Alex í smá vandræðum hérna fyrir aftan í fjórðasætinu eins og hann bíður tækifæris. Ég verð að tala hann með það. Við keyrðum AMG-in á síðasta tímabili. Þá AMG-in í fremstu 4 sætunum eins og Já, þykir mér ekkert skrítið. Enda völdum við þennan bíl af einstakri kostgæfni. Danni var að subscribe á Twitchið, við þökkum hann fyrir það. Já, ég meina GTS-keppni, það er klart mál. Ég er með 2 Ferrari í grid-rival hjá mér fyrir Bakú í formúlunni, þannig að ég þarf eiginlega að halda með Ferrari helgina. Nú ætla ég að henda smá skiptilíkli í þetta. Er ekki alveg jafn líklegt að Ferrari vinni í úrvalsdeildinni eins og vinni í formúlunni? Með þennan ökumann innan okkar aða að þá held ég að sé líklegra að Ferrari vinni hjá okkur heldur en að þeir vinni í formúlunni, en Alex Topsson stingur sér inn á Andra, hann er kominn upp að hliðina á honum, næsta beygja 1 til vinstri, Andri M innri línuna. Alex þarf að láta þetta eftir í bili. Hörku bara á milli þeirra. Ætti Alex að hafa ágætis stóð niður að fyrstu beygju. Þá þetta bara spurningin, hvor þorir að bremsa seinna. Hann þarf nú að komast upp á leiðinni. Alex ætlar að sýna sig hérna vel. Hann lætur þetta þó bíða betri tíma. Hann á langan vegakafla hérna í Kullsvogi framundan. Ætlar að reyna þetta inn í busstoppið frekar, sýnist mér. Hann allavega farin að draga hratt á hann. Andri fer vel innanlega. Alex á utanverðinni reynir við þetta, þeir gerir þetta hreint og fallega og Alex er kominn fram úr. Ég sá nú ekki alveg nákvæmlega hvað gerist, en þetta allavega á mínum skjá lúkaði þetta sæmilega og gæti hafa slítast aðeins skullamálingin yfir á bílinu og Andra, en allavega það var ekkert alvarlegt, það var ekkert sem að Andri var í einhverju veseni með að halda bíl. Nú dey ég ef þú segir ekki uppáhaldssetninguna þína. Hann var reyna. Jæja, ég segi hérna það bara fyrir því. Þetta er stundum þannig að Röbbin is Racing og stundum þarf maður að vera ákveðin í þessu saman, öllu saman. Við ef það þarf að taka okkur málum eftir það, þá bara gerum við það. Já, þetta menn gerir sér alveg grein fyrir því. Þegar þú ert að koma á þessu miklu hraða, það er alltaf möguleiki á smá svona kossum á kinn og meðan það er ekkert alvarlegt sem að gerist í því. Já, mér sýndist líka Andri gefa eftir þarna. Hann sá að hann var með ytrirlínu og vonda stefnu inn í beygjuna. Ég er nokkuð vissum að hann hafi nú bara gefið þetta eftir. Hún er náttúrulega það sem að fóðu sért með innri línuna inn í fyrstu beygjuna í poststoppinu. Já. Að þá er sú beygja rosalega stutt og þú verður rosalega þröng. Þú ert með ökumann utan þér. Já, og hún þrengist ansi hratt. Hún þrengist þessi lína nefnilega eins víð og maður ætti nú að geta tekið hana þá þegar maður er komin í þennan hraða þá er þetta ekki
mikið sem má muna til þess að allt fari í klessu. Nei. Það er hægt að taka þetta börstopp alveg ískikilegu hraða en þeir eru komið mann með þér í beiguna að munar svolítið miklu Já. Þá allt fæðið þrótið, á þrótum, það er bara svoleiðis. Alex Geirsson er hérna að koma inn á penalty-zonið, er að taka út 1 sekúndu, með Ása K. 1,5 fyrir aftan, en svo er hann náttúrulega að tapa hraða allir leið út af næstu beygju. Þannig að við sjáum hérna Ása K. taka yfir hraðan á hann og á þessu beygju skuldlaust. Sko, ef þú ert með hálfa sekúndu í penalty, þegar þú kemur inn á penalty-zonið, að þá er nóg fyrir að vera með sekúndubíl í næsta bíl. Já. Ef þú ert með sekúndubíl Þú ert að heyja svo lengi á því náttúrulega og þú ert að tapa 2 heilum. Þú þarft að vera með rúmar 2 sekúndur í næsta bíl til þess að losna við að hann færi fram að því. Já. Það er alveg galið hvað af því að líka sko þegar þú bremsar þá ertu ennþá leiðin upp í móti. Þannig að þú ert bæði að vinna upp hraðan sem þú tapar og vinna þig upp brekkunum. Já. Þannig að þetta er eiginlega svolítið svona tvöföld refsing sem að kemur út úr þessu. Já. Jökull er að stinga sér hérna inn í slipstreamið frá Ólafi. Alex Geirs kom með 1,5 sekúndu aftur. Hann er svolítið að safna sér refsingum á þessum að hann er kannski að yfirkeyra bílinn örlítið á mítjudekkjum. Já, þetta er Marstan er svolítið trikki að keyra. Ég þekki eitt sem getur alveg staðfest það. Dilli er farin að sækja svolítið á Gunnar Karl. Gunnar Karl er farin að tapa á móti á Haukingina. Það fyrst að geta ringt á þessu braut, þannig að það væri hægt að henda smá handsprengju inn í þetta til þess að reyna að fá smá baráttu. En nú er Jökull og Óli, það er ansi tæft á milli þeirra. Og það er spurning hvað bílu verður orðið að vera koma hérna upp á busstoppinu. Setjast á þennan bormi Jökli, sjá hvað það ná ekki að fara að landa skrifa á Óla. Þetta myndi jafna baráttuna á milli þeirra ansi vel ef að Ólin er að halda Jökli fyrir aftan sig. Það yrði ansi skemmtileg baráttan á tímabilinu. Við fáum strax 2 mismunandi sigurvegara í fyrstu 2 keppnum. Við eigum náttúrulega 1 stopp eftir. Óli á eftir að þurfa að taka aðeins meira bensín heldur en Jökull. Þetta jafnar svolítið út á því. Já, við eigum allavega 1 stopp eftir. Ég gæti alveg trú að ef að menn ætla að keyra annan mítjurþynt þá gæti ég alveg trú að það séu 2 stopp eftir. Já, ég held ekki. Ég ætla að veðja á það ekki. Þú sér það, við erum á hring 20 núna af 34 og þeir fóru inn á 13. hring af harddekkjunum. Já. Já, ég held að þessi menn eigi nógu mikið Það er ekki nema ef að menn er einhvern veginn búin að finna út að við taka annað medium og taka svo soft í lokin. Já, það er sensinn. Það verður nú gaman að sjá okkur reyna það.
Það er náttúrulega, það eru öll dekk leyfileg Jökull á þessu skýtur sér á innanverðina í fyrirbeginna. Ólafur á Jökull með lélega stjórn á bílnum en hann er á innanverðinni hérna. Ólafur á innanverðina í næstu beygju ef hann er að halda sig við hliðina á. Hann er því ekki, Jökull er kominn fram úr, er að leiða þessa keppni þá. Jökull á líka hraðasta hring eins og er. Ég var að segja á hann að við ákveðum að opna á öll dekk á þessu tímabili. Það eru allar 3 gerðirnar af reisdekkjunum í boði og bara hardskipta. Þannig að menn þurfa að skila af sér lágmark 1 hring á harddekkjum og mega að gera það sem það sýnist eftir það. Mér sýnist Alex er kominn hérna alveg upp að Ólafi í 3. setinu og Ólafur er nú ekki langt á eftir Jökli en hann er með bestu bensínstöðina af þessum 3 ökum. Já, hann tók, það munaði 6% ef ég man rétt á bensíninu sem að Alex og Jökull tóku pitstoppinu þeirra. Já. Minnir að Jökull hafi komið út með 68% en Alex hafi komið út með 74%. Það getur alveg munað þegar þið taka næsta pitstopp að það getur verið nóg fyrir Alex til þess að komast fram fyrir. Nú er Alex að fara fram úr Óla. Það ætlar að kíkja á utanverðinni fyrstu beygina. Það er innanverðan í þessari annari. Hann er kominn fram úr örugglega fyrir fyrstu beygina. Fyrir aðra beygina fyrir ekki. Já, tekur fram úr Óla nákvæmlega eins og tók fram úr Jökli á. Já. Óli ætlar aldeilis að láta finna fyrir sér hérna. Hann er stór í speglunum hjá þessum 16 ára dreng akkurat núna. Nú er YouTube-tjattið alveg að gera mig vitlausan út af þessu mikið eftir á. Þetta var algjörlega gorgeous hjá Alex og ef hann er að halda þessu þá er þetta náttúrulega bara bæta ofan á snilligáfuna sem að hraðinn á þessum dreng er. Ég held að við séum allavega farnir að styttast í það að fara að fá næstu pitstopp. Það fer að líða því, ég ætla að segja á 23. Þetta eru 10 og 11, já. Það verða einhverjir sem fara inn í lok þessar hringja og einhverjir í lok næsta. Það er allavega fyrstu 6-7 bílarnir eru komnir fram með pittinum, þannig að Já. Ási heldur áfram. Ég held að Óli Ólafur verði fyrstur inn og hann kemur inn á húsinu. Hann á heilan hring eftir á bensinni samt. Eftir þennan held ég. Ég held að sleppi. Andri náttúrulega pitta á sama tíma og Ólafur. Hann á þó nokkuð minna bensin heldur en Ólafur. En hérna Haukur hefur pittað aftur á 15. hring. Já, hann er á Hann er leiðinni alltaf í... komin á mediumdekkinu eftir að hafa tekið 2 hardþang. Já. Hann tekur softdekkin í lokin, tekur hraðasta hring og sýnir hvað þessi Lambo getur. Já, þú meinar hann verður loksins sendinnisæfið þegar hann er á softdekkinum og aðri á hardi eða... Og ég að þegja hann. Alex á örlítið meira bensín, ég er ekkert að hunsa þig. Nei. Alex á pínlítið meira bensín heldur en Jökull. Jökull var að detta yfir í bensínljósið. En Alex er þó nokkuð nær því að vera kominn bókstaflega á felguna og jafnvel bara bremsustyrkið. Jökull heldur áfram. Alex kemur inn og Ólafur og Gunnar
Og Andri, Jóhann Ingi allar ná sér í pitlane penalty. Ívar kemur líka inn. Ási heldur áfram. Jói Egils heldur áfram. Alex Geirsson allar inn. Hérna er takkin fyrir Ársæll heldur þetta. áfram, Segðu Sæli Haukur allar að heldur hanga áfram. úti. Gunnar Karel ekki tímabært að segja. Alex kemur út með 74%, Óli með 66. Munar 8% á bensínuna. Sem að Óli með minna. Já, Já. það verður En Spennandi fylgstu að sjá. með endilega hvort að við séum að sjá pitlane penalty á Jóhann Inga. Nei. Hann sleppur við það. En akkurat eins og að þá Alex í 7. sætinu, hann 39,3 sekúndum á eftir Jökli. Nú skulum við sjá, ég að fylgjast með Jökli, ef þú fylgjast með þessum tveimur. Ólafur Einar ætlar ekkert að gefa eftir hérna. Sjá hvort að Jökli kom ekki alveg pottið inn. Komið þeir ekki pottið út á mítindakjunum bæði Alex og Óli? Jú. Ólafur lætur finna fyrir sér hérna. Bremsar aðeins hérna Jökull að koma hérna inn í pitinn. Jökull vippar inn 3% bensín. Við sjá hvað það kemur. Þeir eru byrjaðir að bæta á bensinni á honum. Ási K.R. kemur líka inn og Jóhannes Egilsson, Jói Egils kemur líka ásætt í pittin líka. Alex Og Haukur Ingi Óli líka. að koma inn á Róskaplan. Jökull er byrjaðir að ferðast út í pittaksitið. Jökull Þetta verður spennandi. og Alex hvað hann? Hérna, Alex Dobson. Jökull kemur út á undan sinni. Nei, Alex Skipaður nær saman, forystunni. Ólafur með yfirhraða ætti nú að ná þessu. Og Alex er að ná sér í sekundu fórustu á Jökull. Vendurkotið þrælvirkar, spurning hvort að það dugi honum í dekkjum. Hann verður aðeins verð settur undir lok keppni. Já, og sérstaklega með það ef hann er að eyða dekkjunum vel lítið meira heldur en Jökull í þokkabæn. Já. Þetta er það sem gerir þetta gaman. Við erum með þessa baráttu á milli pódíumsætanna að Ég er að horfa, við erum búin að keyra 25 hringi. Það munar sig á fyrsta og þriðja sæti. Já. Við erum með 16 ára drengja leiða eins og Ólaf Einar, klálega einn hæfileikaríkasta ökumann sem að við eigum. Búinn að hanga í skottinu á honum síðan hann misti hann fram úr sér fyrir 4 eða 5 hringjum síðan. Jökull var að detta fyrir aftan úr pitnum og nældu vitlaus í skítu á loftinu af Ólafi þarna fyrir aftan þá. Og svo erum við með Gunnar Ágústsson, Andra Má, Jóhann Inga, Ívar Eyþórs, Ása K.R. Þvílíkir hraðinn sem að þessi nöfn bera baku sig. Hvað er að frétta? Þetta segir mér að formúlan sé svona. Þetta er hérna Guð minn Alma, þetta er besta sport í heimi. Andskotinn, Kristján. Ég ætla að vona að þú sért ekki að horfa. Sérðu bara þetta dæmi núna. Nú erum við með AMG inn í fyrstu 3. Já. Svo erum við með 3 bíltegundir í 4., 5. og 6. Við erum Það með alveg jafn tætt bara að fara á milli eins og fyrstu 3. Já. Við erum með Nissan, Benz og Ferrari. Ferrariinn. Danni fagnar því.
Danni í Twitch-tjattinu segir við þurfum fleiri myndavélar, við hvað ég er sammála því. Við þurfum að hafa... Jói Egils í 10. kom með 1,5 sekúndu penalty. Jói kallinn Verður með Ársæl rúmum 2 sekúndu fyrir þetta sig. búinn að keyra glæsilega keppni framan af, lendir hérna í einni refsingu og það mögulega skemmi fyrir honum reysið. Það bara sýnir hversu mikið liggur undir hérna. Hann er að koma á penalty svona núna. Ég hugsa að Ársæl gæti sloppið fram á honum. Kíkja á það. Ársæl. Þeir koma hlið við hlið inn í herpinnið. Nei, Ársæl bremsa snemma, kurteis við þetta. Jói tekur inn í línuna, það er ekki að gefa honum annan séns. Ég get ekki sleppt þessum fremstu þrem. Mér langar svo að geta verið með picture á 4., 5., 6. sætinu akkurát núna, en þetta tekur forganginn eins og er. Já, algjörlega. Ég skal fylgjast með hérna 4., 5., 6. Nú er Andri er ansi tæpur á Gunnar núna fyrir börstoppi. Gæti tekið. Andri skýtur sér utan á. Það er innanverðan. Já, hann er búinn að þessu bara áður en að koma að beygjunni. Já, Gunni hefur fattað alveg hvað væri í gangi og það væri betra að eiga kompakið heldur en að eiga vegginn. Enda gríðarlega skynsamur maður í alla staði. Já. Við erum að vera búin að keyra í 50 mínútur og við erum að tala Hrafnsson samloku með Ólaf Einar sem álegg á innan við 0,5 sekúndur á millið þeirra. Þetta er racing. Herru, Jón Þór spyr hvort við séum búin að týna replayinu. Nei, alls ekki, en fyrir frammi er mixer, 2 lyklaborð, fjastýring, aukaskjáir, alls konar. Ég næ replaya einhverju fyrir lok þessara keppni. Ef ykkur býður sig fram sem útsendingastjóra og hefur reynslu og metnaði í það, þá þykjum við það endilega með okkur á miðvikudagskvöldum. Þetta er full mikið fyrir mig að segja ykkur frá þessu á sama tíma og ég er að svissa hérna á milli. Ég veit mér þess að hvar takkin er og puttin er búinn að vera á takkanum meira minna í allt kvöld sko, en margt að hugsa. Það er mjög stutt á milli Ólafs og Jökull fer innan á, nei, hann sýnir sig, lætur það duga í bili, reynir að láta Ólaf fippa smá. Nú erum við að koma inn í lokasprettin og meðan þú ert að fylgjast með þessu 3 fremstu þá er Andri búinn að ná að slíta Gunna úr draftinu á sér hérna í 4. sætinu og Jóhann Ingi liggur í afturendanum á Nissanum. Ferrari að reyna að vinna sig hérna aðeins ofar. Jökull á innanverðinni verður utanverðana í næstu beygju. Ólafur heldur öðru sætinu, Jökull að setja gríðarlega pressu. Farðu á 5. og 6. sæti. Gunnar og Jóhann Ingi hlið við hlið inn í næst síðustu beygjuna. Gunnar á innanverðina núna, breytist í utanverðina, Jóhann Ingi á innanverðina í síðustu beygjuna, smá snerting. Gunni, smá dans. Gunni, já. Gunni steig á bremsuna, hleypti honum fram úr. Þetta var mjög tæft. Mjög tæft. Svona viljum við hafa þetta alveg á bara ystu brún, alveg á nippinu, akkurat orðið sem ég var að leita á. Jökull. Herðu,
Kominn á utanverðina, kominn fram úr Ólafi Einari. Ólafur Einar út fyrir. Sleppur á vegginn. Hann sleppur við vegginn, tekur grasið, tekur smá hopp. Þá þessi barátta á milli Jökuls og Alex. Nú sér Jökull. Nú er blóðbræði komið. Jökull ætlar ekki. Hann, já. Og þarna akkurat út af því ég varð æstur og þá sleppti ég replay-takkanum. Þetta er svona, eins og ég segi, við óskum eftir útsendingarstjóra hérna í stúdíóið. Danni þarf að flytja heim aftur og sjá tæknimálinn í stúdíóinu meðan við erum að lýsa. Danni vinur minn, við söknum þig núna. En nú er gaman að sjá, mun Alex ná að standast þessa pressu frá Jökli. Andri Már kominn, hvað hefur að segja? Frekar nálægt Ólafi. Já. Enda skýtur dekk eftir smá utanvegarekstur. Ég held svo sem að þeir liðsfélagarnir muni alveg passa upp á það að vera ekki að fara að stefna sér í einhverja tvísýnu. Það er ekki multi 21 hérna í gangi hjá okkur. Það er hálfsekúnda á milli Jökuls og Alex. Það er ekki nóg til þess að skjóta sér í gegnum börstoppið. Þeir eru að leggja staði upp í brekkuna. Þú þarft að vera innan við 0,25. Þá áttu að eiga svolítið auðvöld rönn í gegnum börstoppið. Ingi mætir í tjatið spyr hvort þið séum ekki að horfa á keppnina. Ég er hérna á nálum, ég þykist vera að horfa á bara eina bestu keppni í úrvalsdeild frá upphafi. Já, það er alltaf ábúið að vera. Nei, herðu, Gunni Agga er komið 2 sekúnda penalty í 5. sætinu og hann er með 3 bíla í skottinu. Þetta verður dýrt. Þetta verður rosalega dýrt þegar hann kemur hérna upp í gegnum hælinn. Þegar hann kemur inn á penalty sjónum. Jóhann Ingi, Ívar, Ási, allir auðvitað fram úr Gunnari. Þetta var dýrt. Þetta var rosalega dýrt. Gunnar í sárum sínum núna. Eftir að vera búin að keyra listilega alla keppnina, nær hann sér í 2 sekúnda penalty undir restina og missir 3 fram. Þetta er sárt, þetta eru mörg stig. Já. Hann er að tapa 6 stigum á þessu. Herru, jæja. Nú er Jökull kominn innan við þess 0,25. Og þeir eru á leiðin upp á börstoppi. Ekki örvenda, ég er tilbúinn á takkanum. Hvað gerir Jökull? Jökull færir sig á þetta sem breytist í innanverðina. Bremsa snemma. Alex ætlar ekkert að gefa eftir. Þarna kemur inn þetta car control sem ég var að tala sem að Alex virðist hafa. Hann virðist finna svolítið grip þar sem að aðrir eiga erfitt með að finna. Veit svo sem virðist vera búin að stúdera það alveg upp á millimetr hversu langt hann getur farið út á körfu. Hann læriði það núna í 10. bekk hvað malbygg væri, en hann hefur fullkomna stjórn á því og öllu hvernig viðnámið er á milli gummís og dekk og malbyggs. Jökull sýnir sig hérna innanferðina enn. Þetta verða rosalegir lokahringir. Þegar baráttan er byrjuð þetta snemma, ef við höldum þessu, Alex tekur varnarlínu hérna, þetta hleypir bara Ólafi aftur inn í mixið. Þetta. Já, Óli er allavega búinn að vinna upp töluverðan tíma. Þetta sérðu það 46, 4, 46, 46, já, ok. Það er þó ekki mikill tímamunur.
Já, þú sér á síðasta það hring. að Alex og Jökull voru báðir að keyra 47 í síðasta hring. Já, og það komu vitlausir tímar upp á skjáin sem ég var að lesa. Ólafur var þó nokkur hraðari á síðasta hring. Jökull sýnir sig örlítið, gerir sig stóran. Alex með þetta örugt. Veit alveg nákvæmlega hvað hann hefur hennar bíl. Það verður gaman að sjá hvernig þetta tímabil á að þróast á milli þessara tveggja ökumanna. Það er alveg á Kristján Tæru að við völdum rétt að gefa Alex Thompson möguleikann á því að keyra í úrvalsdeildinni. Já, ég held að það sé engin spurning. Eins og ég segi, ég held að þótt að drengurinn hafi aldrei heyrt núningsstuðul, að þá geta hann sagt þér nákvæmlega núningsstuðulinn á gummi versus malbygg. Já. Þetta Ég tek eftir því svolítið að þú horfir á tímana þegar það er að koma í gegnum beygjurnar. Það eru þær beygjur þar sem að Alex veit að hann þarf að hafa bilið. Já. Þar er hann að koma töluvert hraðar út heldur en Jökull. Já, og er að loka snemma á þegar hann á verða exit og svona, hann er að keyra þetta mjög taktískt akkurat núna. Jökull sýnir sig inn í fyrstu beygju, ekki duga það til. Við erum komnir á næst síðasta hring. Það er mjög stutt á milli þeirra samt hérna á löngum flat out kabla, ekki er hann beitt þó en flat out alla leið. Já, Jökull er utan þessa glugga sem við vorum að tala um að þyrftir eiginlega að vera til þess að eiga séns í höstaflunum. Og við sjáum það að hann var 0,1 sekundu lengra frá þessu hringkandur en síðasta og það var til þess að hann átti ekki séns á að skjóta sér við hliðina á honum í gegnum höstaflunum. Jökull er að reyna allt hvað hann getur, tíminn er naumur, við eigum rétt rúm að hann kemur á utanverðinni, upp brekkuna, í herbyni, hvað er að fyrir það? Þeir eru koma hlið við hlið, Alex Thompson verður á innanverðinni, en aðeins á eftir inn í herbyni litla á hælnum. Jökull er kominn fram úr, það er staðfest. Við setjum það inn í sviga. Nú held ég að Alex sé alveg orðið brjálaður. Og Jökull missir aðeins stjórnuna, hann þarf að taka varnarlínuna inn í næstu beygju. Jökull er komið með penalty. Jökull er komið með sekundu í refsingu. Nú þarf Alex bara að stilla sig af fyrir aftan hann, vera tilbúinn. Ber samt utan á hann hérna í fyrstu beygjuna. Já, maður á það til að vera heitt blóðugur á þessum aldri. Alex er að fara að taka hann, hann verður komið fram úr honum fyrir Böstaból. Jökull ætlar að gera allt sem hann getur. Alex aðeins út í grassi, verður smá kontakt á milli þeirra. Alex stillir sig af fyrir aftan hann. Jökull þarf að reyna allt hvað hann getur og Alex þarf bara að halda sér innan 1,5 sekundu. Herðu, Alex er líka komið með refsingu! Alex er líka komið með refsingu og er að detta hérna nánast út úr slipstreaminu. Alex er gjörsamlega orðinn dekkjalaus á framan. Hann er það. Já, ég glemdi alveg að fylgjast með því. Jökull á nú þó nokkuð meiri dekk heldur en Alex. Nú held ég að Alex er búinn að sætta sig við að þetta sé búið. Ég held að verða að gera það. En hvar kemur Ólafur versus Alex? Hvernig lítur þetta út? 1,5 sekúndu á milli þeirra, 1 sekúndu á milli þeirra. Hvað er þetta? Ólafur reynar.
Jökull að á sekundu að draga. inn í síðustu beygju. Jökull að koma yfir endalínuna. Jökull sigrar þessa keppni, Alex Topsson annar, Ólafur Einar þriðji, Andri Már fjórði. Við erum að tala sko einhverjar bara 2-3 sekundur á milli þessara manna. Jóhann Ingi, Ívar og Ási K.R. klára hér keppni 57. Gunnar Ágústsson 8. Alex Geirsson 9. Jói Egils 10. Ársæll Guðmundsson 11. 12. kemur svo Haukur Ingi á lambóinu þínum. hetja mín. Það munaði 2,8 sekundur frá Óla niður í Jökull. Því líkur kappakstur. Ég er bara því líkur heiður að fá að sýna ykkur frá þessu hérna í kvöld. Dimmi kemur yfir línuna í 13. sæti. Hann þarf að fara í sturtu. Erfitt reis, erfið æfing þar á undan. Gunnar Karelsson klára 14. Við höfum lokið leikum hér í kvöld í þessu reisi. Við erum langt frá því að vera endanlega búinir samt. Þetta var allavega, ef að þetta er það sem við erum að fara að sjá í vetur, Guð hjálpi pumpun í okkur. Ég þarf ekki að fara í réttin í dag. Ég er kósveitur. Því líka reisið. Jökull Hrafnsson, tvöfaldur Íslandsmeistari, sigrar þetta reis. Er þá komið 2 sigra. 2 sigra á 2 keppnum. Það er meistarabræður yfir þessu. Alex beint á teikningaborðið. Ætlar ekki að gera þessi mistök aftur að fá reis, fá penalty á síðasta hring. Jökull að gera sjálfséð mistök að fá refsingu þarna og þetta var allt opið og að Ólafur skuli hafa mist af þessu tækifæri til þess að sækja á þá eftir refsinguna er synd eftir svona mikið reis. Andri Már skila sér frábærlega í 4. sætið. Það er ekki nema 5 sekundur á milli efstu 4 manna. Jóhann Ingi 5. Ívar 7. Ási 7. Gunni 8. eftir refsinguna á næst síðasta hring, eða ekki? Já. Alex Geirsson 9. Jói Egils 10. Ásætt 11. Haukur Ingi 12. 13. var Dimmi og 14. var Gunnar Karel. Niður í 9. sætið eru 19 sekundur. Niður í 7. sæti eru 12,6 sekundur. Já, þetta verður allavega, þetta verður rosalegt tímabil ef þetta er það sem koma skal. Við vorum með þessa baráttu í fyrstu keppninni. Við erum með þetta núna og það verður gaman að sjá hvernig þetta verður í næstu keppni þegar við tökum grúp 2 bíla. Ennþá meira hraði, ennþá meira downforce. Holy moly. Þetta á eftir að verða gjörsamlega sturlað. Og það er ekkert leiðileg brautin sem við ætlum að keyra á grúp 2 bílunum. Við förum úr New York fylki í Ameríkunni í... Við ætlum að fara til Japan. Við ætlum beinustu leið til Japan. Við ætlum að keyra superformúla brautina Fuji. Þetta verður einhver vilja. Magnús, segðu fólkinu þú ert í mynd. Ég ætla að finna hérna hérna þetta. Þetta var keppni og þetta var, þetta má vera svona í hvert einasta skipti sem við horfum hérna á þetta yfir.
Já, ef að þetta er það sem koma skal að þá verður mikið fjör í vetur. Þetta er það sem maður er að leitast eftir þegar maður er að leita góðu reysi. Já. En það er allavega, sko, við sjáum það allavega núna að baráttan í úrvalsdeildinni hefur aldrei verið jafnari. Og Jökull á alveg eftir að þurfa að vinna fyrir sínu sigurum á þessu tímabili. Hann þarf að hafa fyrir þessu öllu núna, hann hefur ekki alltaf verið svoleiðis. Og það er alveg greinlegt að, sko, eins og ég segi, Alex Stopson er að taka sína aðra keppni í úrvalsdeild og miðað við bætingarna sem við erum að sjá á honum bara á þessu stutta tíma að hann á eftir að verða stórhættulegur í vetur. Ég varð fyrir ákveðinu svona sorg, þessi þróun sem að varð. Jökull var að stíga upp, Davíð Rúnar steig frá, voru fleiri þarna í mixinu. Ef þetta er endarstaðurinn þá hef ég enga ástæðu til þess að vera sorgmættur yfir þessu öllu saman. Það er alveg víst, við vorum ekki mynd. Þetta verður allavega, eins og ég segi, þetta verður alveg gjörsamlega geggjað ef að þetta er það sem við ætlum að fara að fylgjast með í allan vetur. Af því að svo eigum við, sko, eins og ég segi, við eigum grúp 2 keppni næst. Svo ætlum við að taka 4 grúp 3 keppnir þar á eftir og enda svo grúp 1 á Le Mans eins og við erum vanir að gera. Endum alltaf vetrartímabilið á Le Mans í 2 tíma þolakstri. Þetta er náttúrulega engar smá brautir fram að vetrarhléinu hjá okkur eða fram að vortímabili. Já, við náttúrulega tökum, sko, af því að við erum komnir alla leið til Japans, þá ætlum við að taka 2 brautir í Japan í röð. Þetta er ekki Asíurúndurinn, þetta er Japan-rúndurinn. Já. Þetta er Fuji, þetta er Suzuka, back to back. Það sem að ég á erfitt með að keyra þessar 2 brautir ekki erfittar í þessum orðum. Já. Og svo ætlum við að, sko, taka smá hopp þar á eftir. Musteri hraðans. Fara til Monza. Fara til hitta Tifosi með Danna. Danna ætlar að vera í stúkunni þá. Það er staðfest. Og svo ætlum við að fara aftur til Japan. Já, það var nú bara upp á djókið að fara og gera götubraut í Japan. Já, taka Tókjó. Já, við gátum ekki haft 3 ár í röð í Japan. Það var fullt mikið, sko. Vegabréfsáritun hjá mönnum hefði runnið út þarna í milli. Já, en svo ætlum við að setja inn braut þar á eftir sem Mér hlakka mikið til að gera í ofndeildinni ef ég á séns að því. Já, og við söknum svolítið að Formule 1 dagatalinu. Við söknum hennar gríðarlega. Þar ætlum við að keyra í gegnum Schumacher-essið, við ætlum að keyra eina skemmtilegustu fyrstu beygju á bara kappastursbraut í öllum heiminum. Ég ætla að gera svona, Og maðurinn orðið rétt merktur alveg í tilefni þeirra brautar. Hálfnakinn hérna, Nürburgring e-sport lounge merktur, en við ætlum að keyra Nur GP í næstsíðustu keppni á vetrartímabili. Já. Hún hefur ekki verið með okkur á dagatalinu í tölvöna tíma. En okkur fannst vera komið tíma á endurvekjana og fá hana aðeins. Höfum það alveg á hreinu. Mér þótti vera komið tími á hana, þetta var nefnilega mjög áhald og ég náði einhvern veginn að samfara mennum að þetta væri frábær hugmynd. Já, og þetta var til að verða þetta er mjög skemmtileg braut. Hún er lúmsterfið, en hún getur boðið upp á alveg gríðarlegan kappakstur. Mækinn hefur aðeins svona, láta hann ekki luttast í skeggið en En svona allt af því. Já, svona helst.
En þetta er allavega, þessi keppni er búin að vera algjör snilld. Og það er kannski spurningum að við minnumst aðeins á styrktaraðilana, samstarfsaðilana okkar aftur. Það er engin spurning. Með okkur þetta tímabilið í allan vetur á Game TV, Twitchinu og á YouTubeinu hjá Gran Turismo Iceland. Það er Verkfærasalan, það er Kaldi 0%, það er GT Akademían, Classic Detail Auto Center, Kraftvélar, Lavasjó, Gullfiskur, Arctic Iceland, Já, Kraftey. Kraftey og síðast en ekki síst Game TV. Já, Game TV og Arena sem að er að sjá okkur fyrir stúdíónu, útsendingagræjum. Þetta verður geðvægt. Þetta verður bara veisla í allan vetur. Litla setupu sem við höfum aðgangað hérna, 20 mismunandi stillingar á lýsingu, svo margir skjáir að ég get ótt að talið á. Þetta allt eftir að venjast til fáir replay en hérna rétt að með að við erum að koma þessu öllu í gagnið og þá kannski reynum við okkar besta bara á öðrum stöðum í staðinn. Já, við erum að læra á þetta líka, þannig að þetta áttur að taka okkur pínu stund. En allavega bætingin núna með hvernig síðasta keppni var að þá erum við farnir að færa svolítið nær því sem við ætlum okkur að vera. Já. Þetta er, ég myndi segja að þetta sé margföld bæting frá því í fyrstu keppni þegar allt fór í steik á síðustu stundu. Nákvæmlega. En eins og við segjum, munið eftir að henda like á streaminn. Við borðum likeinn. Við sendum innhendi í handrukkun ef það gleymist. Já. Við ætlum að vera aftur eftir hálfa mánuð. Þá verðum við komin til Japan. Byrjum á mánudeginum og þá byrjum við á opnu og annarri deildinni. Þú varst búinn að bóka flug fyrir okkur, eða ekki? Jú, það er allt klárt. Og 5 stjörnu gistingu. Já, Verstappen er að senda þóttuna eftir okkur. Flott. Og hérna opna á önnur deildin, byrja á mánudeginum. Fyrsta deildin á þriðjudegi og við aftur á miðvikudegi eftir hálfa mánuð. Í beinni útsendingu, allt á YouTube, restin, eða sem sagt úrvalsdeildin á YouTube og Twitch. Og þetta verður bara gaman. Þetta verður geggjaður vetur. Við þökkum fyrir okkur kærlega í kvöld. Við sjáumst aftur eftir hálfa mánuð. Takk fyrir okkur.